þetta að kjósa já við allt drastið þá. Og já, og myndan og systurinn á það líka. Mæta á kaffikrók klukkan 8. Ég heldur síður, það er ekki mæta kaffikrók. Og ég held að við eigum að skoða þessa tillögu með opnum huga sem eru núna verða á kosningaborði landsmanna núna innan skamms og það er verðskulda að mínu viti mikla athygli. Ísland hrundi og fólkið hrundist út á götu, það er ekki bara Reykjavík heldur og Akureyri og Ísafjarðarbæ og barði potta sín á pönnu og heimtaði meðal annars að ruslinu yrði fleygt. Jæja, það sko mann. Hingað til hafi bara geta farið í kjörklæðan og kosið flokk með mjög óvissri niðurstöðu. Ég veit aldrei með hverjum sá flokkum er að vinna í næstu ríkisstjórn og svo framvegis. Þarna getið lýst afstöðu ykkar til nokkurra helstu grundvallarmála í íslenskum þjóðmálum. Takk ykkur fyrir að hlusta. Takk fyrir þig. Djöfull og flott húfuna. Guðmundur, flott húfa. Nei. Það er hún ekki. Þú ert flott með hana. Sýnar hvar valdið liggur. Kallar þetta tvíbreytt? Nei, þetta er einbritt. Það er bara skrambi gott veður, hiti og logn. Engin ísing á vegum né skaflar. Við þurfum ekkert að nota keðjurnar, þannig að þetta er allt í stormandi lukku hjá okkur. Óljófið mér að baki er í rútinu góðu. Það fór svo kallaði barki í útblástus rörinu. En það kemur ekki að sök. Þetta sýnir bara að við erum alþýðlegt framboð. Okkar fólk í gær, það náði ekki að smala nema 10 rollum inn á fundinn sem verður nú að teljast frekar lélegt fyrir framboð sem ætlar sér stóra hluti á landsvísu. Við verðum að nota máltækið þegar svona kemur upp á að sígandi lukka er best. Síðan kom fram krafa í þessum mótmælum nýja stjórnarskrá. Því að það var smátt og smátt ljóst hvað það hefði verið að gerast í stjórnkerfinu og hjá bönkunum og lög héldu eftir. En að Þórir hann spilaði í innganginum frægasta lagið sitt sem heitir Leyndarmál. Þið munið þetta. Hann er bara tileinkaði flutningin með Ríkisendurskoðun. Svo er eitt enn. Við bjóðum upp á það í frumvarpi stjórnlagaráðs að fólk geti ekki bara kosið flokkinn sinn eins og það vant að gera í alþingiskosningum, heldur geti einnig kosið frambjóðendur sem þeim líkar vel við. Jafnvel þótt þeir séu á listum annarra flokka en þeirra sem maður kýs. Þetta er alveg ný hugsun.
En stjórnlagaráð, var það ekki ólöglegt? Nei, og Hæstiréttur braut þar tvenn fordæmi eigin frá 82 og 94 að formgallar eigi ekki á ógilda kosningu nema það hafi verið ósagt. Þetta reyndar alveg til skammar fyrir Hæstarétt hvernig hann kom í þessu máli, sko. Hæstiréttur mun ekki ríða feitum hesti frá þessu máli þegar sagan verður skrifað. Ég nú búinn að vera sjómaður alla mína tíð. Eitthvað af liði fyrir sunnan yrði bara sent á sjó. And what's this? Is this an award of some kind? Yeah, this is from 2007. We were chosen frumkvöðlar. We were voting about that a man in Iceland could have more than one wife. No. Í staðinn fyrir að senda þingmenn suður til þess að ná í peninga eða jarðgöng, að þá viljum við tryggja í stjórnarskránni að völdin og verkefnin fylgist að og peningarnir. Höfundurinn, stjórnarskrárgjafinn, þjóðin. Og þeir sem að andmæla því sjónarmiði, þeir bera ótilhlýðilega virðingu fyrir lýðræðinu. Mamma, þau gerðu mér stjórnarskrá. Mamma, því hún svo góð. Mamma, gerðu mér stjórnarskrá. Mamma, því hún svo ógeðslega Það er svolítið skrítið að við fyrir til útlanda og þar finn ég miklu meiri áhuga frá mörgum aðilum það þið eru ekki búa til ykkar eigin stjórnarskrá og eru mikið að spyrja þetta. Við erum svona að hvíla okkur fyrir fundin í kvöld en búast má við miklum átakafundi hér í sjálfu Samherjahreiðrinu. Má ég minna á öfumælið. Morgunstund gefur gull í mund. Gott! Yndislegt. Hér fæddist Jónas. Og þá gellur við að stúlkurödd í bílnum og segir Guð, er þetta hrifla? Svo talið þið bara grein eftir grein. Það veit enginn í 10. húsi hvað það er að tala. Það er að nefna stjórnarskrána reglulega, aftur og aftur. Það er að ympra á því þetta snúist stjórnarskrá. Þetta snúist ekki bara eitthvað allt annað, lög lagsveið eða eitthvað slíkt, skilur. Kæru Hvammstangabúar, hér er á ferð samtök nýja stjórnarskrá í boði dögunar. Við viljum kynna ykkur nýja stjórnarskrá sem er til þess fallin að fyrirbyggja hrun, spillingu og frændhygli sem tíðkast hefur í áratugi á Íslandi. Hér erum við stödd á dögunarrútunni og það er Gísli Tryggvason sem fer hér svæðið og boðar út fagnaðarerindið hinnar nýju stjórnarskrá okkar allra. Þetta er dálítið mikið mál. Já, og heilbrigðiskerfið er náttúrulega bara Við erum stödd hérna á Hólmavík og hér er alveg svakalegur galdur í gangi eins og alltaf á Ströndum. Þórir Baldursson orgel, Þórður Sigurðsson trommur, Guðjón Arnar Kristjánsson söngur.
Komið á kaffi Rís klukkan 8 í kvöld. Við erum búin að vera að ferðast með samtökum nýja stjórnarskrá vegna þess að stjórnarskrármálið er mjög mikilvægt mál hjá okkur. Þetta hér, litla kveð, það er framtak eins manns. Og allir eru að lendi því núna að verða kvótalausir af ýsu. Það hefur aldrei verið önnur eins og úthafsrækju veiði eins og nú. Frumvarpið sem við lögðum fram í hreyfingunni gengur út á það að kvóti sé svæðisbundinn. Og við eigum ekki að ganga í Evrópusambandið. Aldrei. Kannski smá fjósum? Já, alveg bara eins og vilt. Hér er skeiðin. Og ég setja beini hérna á diskinn bara. Já. Hvernig var nú að félagarnir á Ólakaffi kæmi upp á Edinborg og fengi sér súpu með okkur í hádeginu? Blessaður. Eru við? Já. Hún var aftur hættan núna. Það eru margir að hætta í stjórnformuna. Þeir eru 10 eða 12. Það ættir að fara út úr fleiri heldur það. Já, ég reikna með því. Verið velkomin á Edinborg og fáið okkur með okkur súpu í hádeginu og hlustið á málflutning okkar í dögum. Meðal annars nýja stjórnarskrá áherslu dögunar. Ólína, þú ert sérstaklega boðin velkomin. Það verður náttúrulega aldrei undan því vikist að á svæði eins og Vestfjörðum þá skipta sjávarútvegsmálin geysilegu máli. Þannig við ætlum að auka það og við ætlum að leggja það til að menn hafi frelsi til þess að stunda handfæraveiðar. Áframnýtt Ísland, við siglum þann sjó samhugur einn getur bundið og finnum þá gleði í hjarta og fró sem friðþæging einn getur bundið. Ég er staddur hérna í Önundarfirði í klassaveðri. Það er snjókoma, byrjandi, svona hraglandi og 5 stiga frost. Það er samslega 5 stigum heitara hér heldur en Reykjavík. Já, farið bara í sturtu. Já, farið bara í sturtu endilega. Jæja, Dóttir, við erum ánægð með fundurinn í Ísafirði. Já, fundurinn var fín. Það komust færra en þið vildu? Ég held það bara. Já. Með konsertleikara og svona, þetta er meiri alltaf. Fyrir nokkra hópa sem ákvaða að slá saman og sameina krafta sína sem eru hreyfingin og borgarhreyfingin sem voru nú einu sinni sami hópurinn og svo Frjálslyndi flokkurinn líka. Ég gróðursetti þetta tré. Þetta hérna? Já. Og þetta er til eitthvað dögun. Á netinu, það er allt dautt veginn hérna suður en sennilega mun nú snjóa í það í nóttu eða fyrramálið. Þannig að það er spurningin, við erum aðtugað betur eftir. Í atkvæðagreiðslunni verður spurt hvort leggja eigi tillögur stjórnlagaráðs til grundvallar nýrri stjórnarskrá. Ég er hér staddur á þennum dýrlega stað Þingeyri við Dýrafjörð. Framundan er fundur í félagsheimilinu kl. 8 í kvöld og eins og hingað til er búist við fullfermi af fólki. Ég sé að þið komið hér ansi mörg í kvöld og ég er hérna líka vegna þess að ég er hvorki í skýjunum yfir gangi mála á Íslandi né að skipting kökunar sé sanngjörn. Þess vegna ákvað Alþingi í kjölfar hrunsins að nú yrði eitthvað að gera. Og það var boðað til þjóðfundar þar sem voru 1000 slembivaldir Íslendingar af öllum stærðum og gerðum og hvaðan af landinu. Og áhersluatriðin voru nokkuð skýr og þau voru höfð að leiðarljósi í starfi stjórnlagaráðs. Það skiptir gríðarlega miklu máli að fólk mæti á kjörstað og mér finnst það skipta gríðarlega miklu máli, þó að ég telji það ekki hlutverk mitt að segja fólki hvað á að gera, að ný stjórnarskrá verði samþykkt með umtalsverðu meirihluta.
Kjósa nýja stjórnarskrá 20. október. Viltu nýja stjórnarskrá eða kaffi latte? Við erum stödd hérna á Hrafnseyri við Arnarfjörð, þar sem fólkið er að skoða styttuna Jóni Sigurðssyni, sjálfstæðishetjunni góðu. Og eins og einn okkar sagði, Jón, hann hefði sagt já við nýju stjórnarskrá. Við færum yfir mikinn fögnuð komandi á þessum langferðarbíl merktur stjórnmálasamtökunum Dögun ný stjórnarskrá fyrir fólk og dýr. Verið velkomin. Ég hef unnið með hrunverjum og ég hef unnið með eftir hrunverjum. Og það sem ég sé vera að gerast í íslensku stjórnmálum að þeir óska þess einskis heitar heldur en að geta endurtekið sama leiki. Það sem hins vegar kannski alvarlegast í stöðunni í dag eru skuldir ríkissjóðs. 1640 milljarðar takk fyrir. Vaxtagreiðslur 80 til 85 milljarðar á hverju einasta ári. Þá erum við ekki að borga af lánum, bara að borga vexti. Og nú segi ég þessu lokið, takk. Ég tók hann þrisvar. Og þú bara tók hann tvisvar? Nei, ég sá hana. Þú gætir hann tvisvar áðan, þú ert svo þrisvar í gær. Takk fyrir að koma þá. Eins og þau sjáðu þá erum við hér á vestfinskum malarvegum. Þetta er alveg eins og að vera í haföldu mikilli. Að baki Beinagrindardalur og Djöflaskarð, framundan Dauðavík og Dómadagsheiði. Við rúllum þetta í rúllhittum undir dyggri stjórn rútumálaráðherrans Guðmundar Jóns. Lýðræði, ekkert kjaftæði. Þóri, heldur þessi túr hefði borið einhvern árangur? Ekki spurning. Við erum stödd í Herjólfi, ferðin er hafin og við erum á leiðinni til Vestmannaeyja. Hingað til hefur allt gengið óskum nema að einu leyti. Guðmundur gleymdi kaskettinu og hefur ekki sagt orð í allan morgun.
að tillögur stjórnlagaráðs verði lagðar til grundvallar frumvarpi að nýrri stjórnarskrá. Góðir Eyjamenn, ykkur boðið til fundar á Kaffi Kró í kvöld klukkan 8. Þar munu koma fram meðal annarra Guðjón Arnar Kristjánsson, fyrrverandi alþingismaður og söngvari, og Þórir Baldursson tónskáld, og þeir munu flytja ykkur stjórnlög og sjómannalög. Ég veit þú kemur, hér stóð bæ, en það er ekki oddgjörð. Nú erum við komin hérna á Kaffi Kró og farin að stilla hljóðfærin. Í kvöld verður svo nýbreytni við höfða Þorvaldur Gylfason verður á trommum. Þannig að segja má að loksins er hljómsveitin fullskipuð. Við erum búin að fara hérna um bæinn og boða fögnuðinn og við erum búin á fjölmenni. Jafnvel slagsmálum. Kemur í ljós. Ég blæs á allar slíkar raddir vegna þess að það eru minnst 70 ár, eða frá lýðveldisstofnun, það er svo 70 ár, síðan að endurskoðun átti að fara fram. Og það er búið að reyna að trekk í trekk á Alþingi, allan lýðveldistíman, án árangurs. Og hvað sem allir segja, þá strandar það á einu ákvæði, það er auðlindaákvæði. Kjarninn í grein Ólafs Þ. Harðarsonar er að framfarir hafi orðið á Íslandi þrátt fyrir vondar stjórnarhætti og misveitir á stjórnmálamenn. Mamma, mamma, gefðu mér stjórnarskrá. Mamma, mamma, því hún er svo góð. Mamma, mamma, gefðu mér stjórnarskrá. Mamma, mamma, því hún er svo góð. Hvernig fara peningar sem eru peningaverði punktunum? Þeir fara hratt, vel og örugglega. Þeir hittu ekki neitt, þeir hittu bara bergið. Ég segi það, þeir hittu ekki bara bergið, en hittir þú Tyrkina? Við erum stöddin í Sandeyjahöfn. Við vorum að sleppa inn fyrir innsiglinguna, svo aðalferðin er búin yfir staðinn og við erum komin upp á land. Yfir til þín, Guðmundur Jón. Fá sér kaffi niður á bryggju og súpu og ræða nýja stjórnarskrá klukkan 12. Allan silkinn á Vatnsneysu dó og ekki annan stóra var ekki að slóra til útvarar veislu sig bló. Og ekki annan stóra var ekki að slóra til útvarar veislu sig bló. Ég held að við mjög mörg höfum sofið á verðinum og þá er það spurningin, getur stjórnarskrá, ný og betri, getur hún komið í veg fyrir annar hrun? Við sem byggjum Ísland viljum skapa réttlátt þjóðfélag þar sem allir sitja við sama borð. Eins og Sjálfstæðisflokkurinn myndi orða þetta svo fallega og hefur gert frá 1929 þar sem við stöndum stétt með stétt. Takk ykkur fyrir.
Rokkrútan er komin hingað alla leið, alveg út á Eysturnes og spýttar sem aldrei fyrr. Við vorum í Grindavík og áttum þar velheppnaðan fund með heimamönnum og núna erum við á leið á Vitann í Sandgerði. Auk þess eru skemmtiatriði með Þóri Baldursinni og Lýð Árnarsinni og Guðjóni Arnari Kristjánsinni. Komið þið endilega á Vitann klukkan 4 í dag og hlustiði og fræðisti. Hvenær? Á Vitanum klukkan 4 í dag er fundur nýja stjórnarskrá. Alþingi kvaddi saman þjóðfund. 950 manns sem voru valin af handahófi úr þjóðskrá og í því felst að allir Íslendingar, allstaðar á landi, á öllum aldri frá 18 ára og upp úr, höfðu jafna möguleika til þess að veljast til setu á þjóðfundi. Við litum á hlutverk okkar, svo að okkur bæri í rauninni ekki að gera annað en að færa vilja þjóðarinnar eins og hann birtist í niðurstöðu þjóðfundarins í frumvarpsbúning. Keflvíkingar, það er fundur á Romni í kvöld klukkan 8 og umræðuefnið er ný stjórnarskrá. Á morgun fáum við Íslendingar einstakt tækifæri til þess að segja hug okkar til nýrrar stjórnarskrár. Tökum þátt í lýðræðisveislunni, mætum á kjörstað á morgun. Kjósum samkvæmt eigin sannfæringu. Nýtum okkur kosningaréttinn og mætum á kjörstað á morgun. Kjósa, 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 kjósa! Það er búið að reyna í 70 ár að breyta stjórnarskrána. Það getur vel verið að taka við önnur 70 ár. Við verðum að gera okkur grein fyrir því að við verðum komið þá aftur á núllpunkt. Já, það verður ekki gert meðan við erum á lífi. Það sé ég ekki. Við vitum það. Þó við séum ung og sparek. Það er ekki víst að við lifum það. En allavega, það er bara mjög áhugandi að allir gera sér grein fyrir því að þá er málið komið á núllpunkt aftur. Ég trúi því að þú viljir sanngjarnt samfélag, að þú viljir réttlátt samfélag, að þú viljir að börnin þín eigi góða framtíð fyrir höndum. Ný stjórnarskrá er forsenda þess að í landinu verði réttlæti og sanngirni. Alþingi býður til lýðræðisveislu á morgun, 20. október, lýðræðisveislu sem á engan sinn líka í sögu landsins. Aldrei fyrr hefur kjósendum veist færi á að slá jafnmargar keilur í einu kasti. Kjósum öll, mætum öll á kjörstað og tökum upplýsta afstöðu. Kjósum samkvæmt eigin sannfæringu í þjóðaratkvæðagreiðslunni á morgun. Kjósa, 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 kjósa! Friður drottins sé með okkur öllum. Þjóðin yfirgaf þrælahúsið og hélt á vit hins fyrirheitna lands til draumalandsins. Sá atburður er nefndur Exodus, sem merkir burtför eða útganga. Exodus-ritið er fólk á ferð í leit að draumalandinu. Við erum þjóð á ferð, þjóð sem á sér draum betri tíð, draum réttlátt og sanngjarnt þjóðfélag.